Jæja, hér á að vera erindi. Finnst ykkur það ekki erfitt með þetta á milli okkar? Þessar hindranir, þessir veggir á milli okkar. Þessi veggur á milli okkar er efnislegur og sýnilegur. Hér á ég að tala og þið að hlusta, en þetta sem er á milli okkar gerir það erfitt. Verra er þó að ég á að gefa eitthvað af mér, eins og hvert okkar í samskiptum við aðra. Þessi aðgreining er samt sýnileg og samt auðveldlega fjarlægð. Hugsum okkur nú stund að þetta sé ósýnilegt, en samt hægt að finna áhrifin. Sést ekki en er samt. Hugsum okkur þetta sé ekki þarna. Á milli okkar eru þannig ósýnilegir veggir, hugrænar aðgreiningar, viðhorf eða afstöður sem við setjum sífellt og ósjálfrátt upp á milli okkar og annarra. Þetta eru hugrænir varnarhættir eða skil, og þetta má einnig kalla mismunandi gleraugu eða grímur sem við setjum upp. Og þó að ég noti orðið við, þá er ég ekki að tala ykkur, heldur svona bara eins og sjálfa mig, svona gallafólk eins og mig og aðra sem eru slíkir. Ég er ekki að tala ykkur. Vegna þess að þessar afstöður eru ósýnilegar og ekki efniskendar, finnst okkur að þær séu ekki raunverulegar. Þær eru samt mun verri og ekki jafn auðveldlega fjarlægðar. Hvers vegna eru samskipti manna svo erfið sem raun er? Hvers vegna getur flest eða jafnvel allt orðið að vandamáli? Hvers vegna þessar hindranir sem að leiða af sér túlkanir, dóma, samanburð, útilokanir, meting, öfund, reiði og jafnvel eitthvað ennþá verra, leiða til endalausra túlkana. Við getum sett nöfn á þessar hindranir, en þær eru saman fléttaðar og fíngerðar, ná ekki athygli okkar og þeim er jafnvel hafnað votti fyrir þeim. Við gætum byrjað að setja einhver nöfn á þessar aðgreiningar. Við aðgreinum fólk eftir aldri til dæmis. Við erum ekki eins við, ég segi aftur, ég er ekki að tala ykkur. Þið eru búin að ná þessu, ég er ekki búin að ná þessu. Við erum ekki eins við börn eins og gamalmenni. Eða réttar sagt kannski tölum við gamalmenni eins og börn, sem er náttúrulega ekki rétt, þetta er bara fólk. Við tökum mikið mark á útliti, eða það stjórnar þessum viðhorfum okkar. Þeir sem eru hávaxnir, þeir ná betri stöðum í þjóðfélaginu, fá meira kaup, svo framvegis, endalaust þannig. Þetta er mjög margt sem að spila þarna inn í. Þeir sem raka sig, þeir fá hærri laun að meðaltali. Síðan er það hérna greind, við flokkum, eða ég flokka mjög eftir greind. Við finnum á okkur þessi er nú greindur, að við lítum svona svolítið upp til hans. Svo aftur á hinn veginn, við lítum ekki eins á þá sem eru vangefnir eða hafa litla greind. Eitt af þessum sem við setjum upp er menntun, við flokkum eftir menntun.
Annars vegar þeir sem eru velmenntaðir eins og við vitum, þeir ná meiri völdum í þjóðfélaginu að öllu jöfnu. Það eru til endurtekningar. Þjóðfélagsstaða skiptir voða miklu máli virðist vera. Við berum vissa virðingu, vissan óttablanda virðingu fyrir þeim sem eru forstjórar og skólastjórar og svo framvegis, sko. Við hneigjum okkur í huganum. En það gerum við ekki við hvern sem er. Þannig nú sýnist mér fólk flest og sjálfur. Eitt af þessum varnarháttum eða þessar aðgreiningu sem við setjum upp á milli okkar og annara er bara kynið. Ég starfa í skóla þar sem náttúrulega konur og svo maður einn á fundi með 20 konum og fundarstjórinn segir alltaf jæja stelpur. Og mér er bara alveg sama vegna þess að ég líti ekki á konurna sem ég vinn með sem konur heldur samstarfsmenn. Síðan finnst okkur reynsla skipta máli. Einn hefur mikla reynslu og veit, bara langt komin í þroskabrautinni auðvitað og þar með lítum við svolítið upp til lands og svo aðrir sem eru bara hálfgerðir vitleysingar og aular. Síðan eru sumir óskaplega öryggi með sjálfan sig og aðrir sem eru óskaplega litlir í sér. Við finnum þetta líka og flokkum og finnum þarna einhver mismunur milli. Þessi hérna, hann er ekkert nema sjálfsöryggið og svo annar sem lítur frekar svona smátt á sig. Eitt er stjórnsemi, sem eru óskaplega stjórnsamir og aðrir aftur á móti akkurat öfugt, láta alveg stjórna sér meðvirkir. Þetta finnum við líka í fólki, eða þykjumst finna, og svo er það fortíðin hefur einhver áhrif, hvort það er einn með góða fortíð og annar ekki eins góða, svo framvegis. Hérna efnahagur og það skiptir miklu máli. Einn er ríkur og annar fátækur eins og við vitum. Síðan mismunandi hæfileikar hjá okkur. Eins og ég sagði áðan, þetta eru allt meira og minna samfléttað og sumt fíngjart og annað mjög augljóst. Síðan er það 20 í viðbót hérna eins og líkamlegt atgerfi og heilsa. Og það er örugglega margt annað sem mætti bæta þarna við. Viljum við hafa þetta á milli okkar? Getum við fjarlægt eitthvað af þessu í huganum? Við getum það ef við viljum. Svo vill til að sjálfur getur tekið allavega eitt í burt af þessu. Það væri til dæmis menntun. Mér er alveg sama, biðst afsökunar á því auðvitað, mér er alveg sama hvað viðkomandi er menntaður. Hann er ekkert merkilegri þó hann sé mikið menntaður, háskóla genginn og svo framvegis, heldur en þín sem hefur nánast enga menntun. En þetta er bara, og þannig er að ef einhver fer að eiga samskipti við mig út frá þessu hérna, hann ósjálfrátt finnur hann hjá sjálfum sér að hann er vel menntaður eða hann bara kemur þannig fram. Ef hann ætlar að hafa samskipti við mig á þessu plani og líta á mig einhvern veginn öðruvísi menntaðan, hvort sem það er minna eða meira, þá tek ég ekki þátt í því leikriti. Og þá vill svo undarlegt að þá sýnist mér að þá er engin grundvöllur fyrir slíku lengur. Það vantar þessa skrúfu í mig og alveg sama hvaða áhald hann kemur með og ætlar að skrúfa þessa skrúfu, hún er ekki fyrir hendi. Þannig að hann er í vitlausu leikriti, ef svo má segja. Og kannski getum við tekið meira af þessu í burtu
Kannski getum við meira og minna tekið þetta í burtu. Ég skal nú ekki þreyta ykkur með þessum stólum meira. Ég verð að hafa svona minnismiða. Það er bara greindarskorturinn. Ef þessar hindranir geta horfið, þá færast samskipti okkar frá sviði hugans og yfir á svið vitundar. En það er náttúrulega ekki allir sammála um hvað í því felst, hvað felst í vitund. Við getum breyst. Sem mannkinn getum við breyst og þetta er að geta fjarlægt þessar hindranir á milli okkar. Þetta er gæfuríkasta breyting sem við eigum völ á. Og hún kostar ekkert nema ákvörðun. Kosturinn og gallinn við þetta er sá að ákvörðunin og framkvæmdin er hjá okkur. Hverju og einu, og við þurfum því ekki að bíða eftir öðrum.